að þá ætlum við í dag að tala sem sagt geislaskurð og tvívíða skurðarferla. Ef við skiptum tölvustýrðri framleiðslu í tvo þætti, þá það annars vegar viðbætutækni og hins vegar frádráttartækni, sem að kallast á ensku subtractive manufacturing og additive manufacturing eða fabrication eftir því sem við á. Og þegar við tölum frádráttaraðferð þá erum við rauninni þá byrjum við með einhvern kubb, einhverja blokka af efni og við notum tæki til þess að taka frá upprunalega hlutnum þannig að við séum á endanum með hlut í hendinni sem að var inni. Þetta svona eins og að búa til að búa til styttu þar sem við meitlum í rauninni efnið af marmarablokkinni þangað til að við erum komið með hlutin sem við ætlum að fá okkur. Additive manufacturing eins og 3D-pröntun þar sem við bætum við efni á flötinn þangað til að við erum komið með efnið sem við ætlum að vera með. Það eru rauninni þessar tvær aðferðir sem við erum að vinna með í rauninni nánast í alltaf þegar við erum að búa til einhverju hluti. Alltaf þegar við erum að búa til einhverju hluti. Það er engin aðferð sem er öðruvísi. Annað hvort bætum við efni eða við tökum frá efni. Tvívíður skurður. Einfaldasta leiðin til þess að skera tvívítt form er með hníf. Við erum með svona vínilskera úti hjá okkur. Þetta þá bara í rauninni mjög hárbeittur hnífur sem að ferðast eftir ákveðnum ferli og sker í vínilfólíu. Það er að nota þetta til þess að skera út bara límmiða. Ég sé bara hérna til dæmis skiltið hérna sem upp á vegg að stafirnir held ég að séu alveg örugglega búnir til úr vínil í vínilskera. Þetta á fleiri stöðum eins og merkingar á bílum. Þið sjáum bara eins og til að mynda lögreglu og sjúkrabifreiðar. Allar fólíurnar sem eru settar utan á bílinn eru skortar með svona vínilskera. Flest öll skilti sem þið sjáuð út á götu, stoppskiltin og svo framvegis, þetta skurðið í vínilskera. Þannig að þið sjáuð þetta mjög víðsvegar í samfélaginu að þið kannski áttu ykkur á því að þetta sé í rauninni þaðan sem þetta kemur. Það þetta að vera á bílum? Já, eins og sjúkrabílum og lögreglubifreiðum, merkingarnar, fólíurnar, sem dæmi endurskinsmerki og svona. Þetta allt skurðið út í vínilskera. Það var að segja venjuleg bílum. Þetta ekki mínum bíl. Já, sumir bílar eru með alls konar auglýsingar eða merkingar og þá það búið til í svona skera. Það er náttúrulega mismunandi gerðir hversu góð gæðin eru á fólíunum en við erum bara að fara að nota til svona tiltölulega ódýrustu gerðina sem að hentar ágætlega bara einanhús upp á veggi. En ef það ætlaði að fara að skera út fyrir bíla eða eitthvað sem á að vera úti í veðri og vindum þá gætu þurft að fara í dýrari típuna af fóljum. Hvernig virkar þessi sem við erum bara að nota? Erum við bara að fara svona inn í húsið eða bara þetta æfing? Þetta er aðeins æfing. Vínillinn sem við notum er svona lággæða vínill. Þetta er ekki vínill sem við myndir hafa úti, þú veist, í öllum veðrum og vindum. En það er hægt að fá vínill í sömu vél sem að þið getur notað þá. Þannig að efnið verður svona bara fyrir hús og þannig, inn í hús? Innan hús, já. En eitt af þessum verkefnum sem þið að fara að gera það er bara einfaldlega að nota þennan skera. Þið getur búið til límmiða fyrir tölvunni ykkar eða þið getur búið til merkingar fyrir hurðina heima hjá okkur eða fyrir gluggann eða hvað sem er. Eins og þið sjáu til dæmis grinchen á hurðinni hjá Rúnar er búin til í svona vínilskera. Vínilskerin virkar einfaldlega þannig að við erum með svona vínilfólíu. Þetta leiðilegt. Við erum með svona vínilfólíu sem að setur aftan á vélinni og við staðsetjum hana svona aftan. Við mötum vínilinn inn í vélina og draugum hann svona út að framan. Það eru 2 hjól á vélinni og við þurfum að passa að þær séu
hvað það að vínillinn sem jafn í gegnum skeran og við getum notað þessi strik hérna á skeranum sjálfum til þess að passa að fólían sé hollrétt á skeran sjálfan þegar öðruvísi matast hann í rauninni skakt út. Við pössum að hjólin séu rétt, þannig að það sé réttur þrýstingur báðum megin. Hjólin eru líka notuð af vélinni sjálfri til þess að ákvarða þykktina á skeranum sjálfum, sem þykktina á skurðarfólíunni sjálfri. Það er alls konar hluti sem við getum stillt inn í vélinni. Við getum líka notað litla búta til þess að skera. Við getum notað stærri rúllur og við getum svona stillt ákveðna hluti. Við getum stillt hversu mikla þyngd hnífurinn setur á fólíuna sjálfa, af því að við viljum heldur ekki, þetta er í rauninni tvíþátta efni, við erum með vínilinn sjálfan sem fólían og síðan erum við með undir efni sem er í rauninni bara eins og smjörpappír sem að fólían situr á. Við viljum bara skila fólíuna en ekki undir efnið. Þið sjáu þetta allt þegar þið prófið. Við erum svokallaða vektorfæla sem eru í rauninni bara vigurfælar, vektorar eins og við þekkjum á stærðfræðinni. Þetta eru vektorfælar sem að við mötum inn í vélina sem eru þá í rauninni skurðarferlarnir sem að vélin ferðast eftir. Vélin ásatnir eru í rauninni að annars vegar er rúllan dregin inn og út og síðan er svona skurðarhnífur sem er dregin eftir fletinum sjálfum. Síðan notum við bara skæri til að klippa fólíuna af og þá getum við tekið í rauninni afgangsefnið af fólíunni, notað svokallaðan transferpappír sem er bara eins og masking tape og með því getum við tekið efnið og sett það á þann flöt sem við ætlum að líma hann á. Síðan erum við með geislaskera. Þetta er aðeins flóknara tæki en notkunin á því er svo sem ekkert það flókin í samanburði. Það er líka fjölbreyttara tæki og við getum skorið í fjölbreyttari efni. Hverju kemur þetta samt út svona? Svona. Þetta er geislaskeri sem er upp í Breiðholti en við erum með mjög sambærilegan skeri hjá okkur. Þetta er svokallað koldísýringsgeisli. Það er margar gerðari geislum sem við ræðum aðeins á eftir. En þetta er sem sagt skerin sem við erum með hérna hjá okkur er 80 watta koldísýringsgeisli eða geislaskeri sem er á svokallað variable frequency eða við getum breytt tíðnirófis geislans sjálfs. Það er til mun stærri geislar, það er til fíbergeislar, það er til mun stærri skurðarfletir. Fíbergeislar, þegar við tölum koldísýringsgeisla, þá erum við í rauninni að tala bara þið erum með einhvern kassa, inn í honum er koldísýringur og þegar þið bætið orku inn í þennan kassa, að þá verður til geisli sem er svo skotið áfram eftir ákveðnu miðli. Með fíbergeisla þá erum við með í rauninni bara ljósleiðara. Þetta er þá hvernig í rauninni geislinn sjálfur er magnaður upp til þess að fá það orkustig sem við erum að leitast eftir. Þessi ákveðni geisli, formfaktorinn á honum hefur í rauninni ekkert að gera með hvaða geislamiðil við erum með. Heldur er það í rauninni geislamiðilinn segir til hvers konar efnisþykkt við getum skorið. Og í tilefni koldísýringsgeisla þá erum við að vinna með mýkri efni. Við getum farið allt niður í kartón eða pappír og allt upp í kannski krossvið, plastefni og þannig. Þegar við erum komin upp í fíbergeisla þá erum við farin að tala geisla á kannski, eins og ég segi, koldísýringsgeislinn hjá okkur er 80 watt. Þegar við farið upp í fíbergeisla þá erum við farin að geta skorið í gegnum málma eða miklu þéttari efni. Og þá erum við líka farin að tala kannski einhver hundruð watta eða einhver þúsundur watta. Þannig að það er svona reginmunurinn. Tvíhliða getur líka, við getum unnið með plasmaskurð, kemur aftur út á sama að undirbúningsferlið fyrir skurðin er alltaf það sama, þó að tæknin sem að skerin sjálfur vinnur á er kannski öðruvísi. Plasmaskurður virkar þannig að við erum með háþrýstiloft sem við erum með ákveðin miðil sem að skýtur það plasma að efni og bræðir það frá. Þetta er rosalega gott fyrir plötu efni eins og til dæmis stál eða ál eða eitthvað þannig.
Vatnsskurður annað, þá erum við með sem sagt, þá setjum við vatn undir alveg gríðarlegan þrýsting, bætum við mjög fínum sandsalla við vatnið, því svo skotið á efnið, við erum að tala sko einhver kílóbör og með því getum við í rauninni dregið efnið frá. Svona vélar eru mjög fjölbreyttar og alveg gríðarlega nákvæmar. Það er hægt að skera gegnum næstu í hvaða efni sem en vankosturinn með þessar vélar þær eru rosalega dýrar, það krefst mjög sérhæfðrar þekkingar til þess að nota þær. En aftur að funksjónin á þeim sem slík þar að segja hvernig við undirbúum skjöl til þess að nota þessar vélar eru mjög sambærilegar því sem við lærum í þessum áfanga. Síðan komum við að CNC-fræsingu. Þetta það sem við erum að fara að skoða svo aftur seinna í þessum áfanga. Að með CNC-fræsingu þá erum við að tala að við erum með vél sem að keyrir þessum 2,5 ás. Hálfum ás á við þegar við erum að tala að við getum ekki farið undir efnið eins og í 3D. Við getum farið ofan á efnið og í rauninni helmingin á seta-ásnum. Hérna erum við með spindil sem við köllum hann og það er í rauninni uniti sem að snýr svo kallari fræsutönn. Við komum að þessu seinna í áfanganum og við getum notað þessa fræsutönn sem raunar bara álíka og bor í laginu. Við getum notað það til þess að tæta efnið í burtu frá upprunalega efnis stokkinu sem við köllum það. Þannig að það ein leið viðbót. Síðan erum við komið skurð með heitum hníf. Hérna erum við rauninni bara með, þetta mjög góð leið til þess að skera í gegnum frauðplast, hvað heitir það? XDS. Þetta frauð, hvað heitir aftur frauðið sem þeir eru að nota fyrir ykkur? XPF. Þetta eitthvað, ég man ekki nákvæmlega. Það til margar mismunandi gerðir af frauði. Það eru eins og bara, þetta pökkunarfrauðið sem þið fáið úr þegar þið kaupið, þú veist, þvottavél eða eitthvað líka. XPS. Það annars var XPS og síðan EFS. Ja. Þetta eru mismunandi gerðir af frauði, annars vegar erum við að tala um þjappað frauð, síðan erum við að tala um frauð þar sem loft inn á milli og fleira hefur mismunandi eiginleika eftir í hvernig það Það er að nota þetta frauð til þess að búa til alls konar element. Þetta hefur verið notað í drónasmíði, þetta hefur verið notað í vangi, þetta hefur verið notað í bara fullt af alls konar dóti. Hérna er dæmi hvernig hægt að nota svona hitavír til þess að skera út svona frauð í alls konar leira. Síðan erum við eitthvað sem heitir Wire EDM. Þetta er að skera út hluti á nanóskala. Hérna erum við með málma sem við erum settir í Hérna sem sagt ekkert ósvipað eins og að skera út í frauðin nema hérna erum við búin að bæta við einhverjum amperum af straumi og síðan þetta skorið, vatnskælt alveg gríðarlega og þetta hérna getur við skorið út hluti alveg gríðarlega nákvæmlega og gríðarlega fínt. Eins og hérna segir á við töluvert minna heldur en mannshárið í þykkt. Við fyrir þetta svona. Jæja. Þannig að það eru nokkrar gerðir af tvívíðum skurði og þegar við tölum tvívíðan skurð þá erum við yfirleitt að tala þá skurð á þessu plani, í tvívíð, í tvívídd. Það eru þarna nokkur milli element eins og þið sáið
að með eins og vatnsskurðinn að hérna getum við farið að skera í hérna getum við farið að halla á tvívíðaplanið sem að er kannski ekki beinlínis tvívídd en það er ekki heldur þrívídd af því við getum ekki komist undir efnið. Og sama við fræsina, við getum farið upp og niður, við getum skorið út eins og landlag en þannig að við erum alltaf að vinna í þessu plani á milli tvívídd og þrívídd. Síðan getum við farið að tala fjórða ásinn, þá erum við kannski farin að tala snúningsása og svo framvegis. Við komum að þessu aðeins seinna þegar við förum að tala sem sagt fræsingu í CNC en stóra atriðið er þegar við erum að tala núna fræsingu í tvívídd að við erum einfaldlega að búa til tvívíða skurðarfleti og flestar þessar græjur geta unnið alltaf með tvívíða skurðarfleti þó að það sé einhvers konar element af þrívídd bætt inn í það. Er einhverjar spurningar sem sagt, þessar gerðir af tækjum? Nei? Það er gott. Hvað segirðu? Hvað ert þú með? Ég er með geislaskera sem þeir að fara að nota. Við erum með víniskera eins og þennan hérna. Síðan erum við með stóran CNC-fræsara. Þið getið séð svona vélar í alls konar stálsmiðum sem að vinna fyrir sjávarútveginn og fleira. Ég hef ekki tölu á því hversu margar svona vélar í landinu en þær eru töluvert margar. Og já, nákvæmlega. Plasmaskurður er jafnvel algengara. Þið getið farið að fundi þetta jafnvel niður í framhaldsskóla sem sagt í stál í málm málmsmíði eða vélsmíði. Þá sem sagt í vélskólum og svoleiðis þá getið farið að sjá svona vélar og fíbergeislar. Ég held að það séu kannski teljandi á annarri hendi hversu margir svona eru í landinu. En þetta eru þá aðalega sem sagt aftur stál og vélsmiði sem að nota eða eru með svona greiðir. Er svona í Össur? Ég er ekki viss. Mér finnst það líklegt, en ég er ekki viss. Notkun geislaskera. Þegar við erum að tala notkun þá erum við aðalega að tala tvo þætti. Annars erum við að tala röstun og hins vegar erum við að tala skurð. Og röstun virkar raunar þannig að skerin ferðast eftir ákveðnu fleti og á ákveðnu tíma þá í rauninni sendir hann púls á geisla og þá í rauninni er hann að grafa inn í efnið. Það er það sem við tölum sem röstun. Röstun er samt miklu víðfeðmara orð sem að hefur að gera með bara við erum að skanna og síðan gerist eitthvað, annarkvort eins og í þessu tilfelli erum við að senda geislapúls. Í öðru tilfelli getum við verið að tala að við erum að skanna inn gervihnattamyndir og þá erum við bara að taka í rauninni margar við erum að skipta kortinu sem við erum að skanna inn, sem við erum að nota upp í pixla, upp í grid og síðan erum við að taka gridið og við erum að setja það saman. Þannig að það er í rauninni það sem að röstun þýðir. Þannig að já, röstun í samhengi við geislaskera er þegar við erum að grafa í efnið eins og þið sjáið hérna þennan sportreka. Skurður aftur á móti er svo þegar við erum þegar við erum með útlínu af einhverju og við erum að nota geislan samfellt til þess að skjóta efni á efnið okkar, skjóta geisla á efnið okkar og þar af leiðandi erum við að skera í efnið, yfirleitt langoftast í gegnum það. Það er engin leið fyrir geisla skurð að ákvarða hæð eða þykktina eða hversu langt inn í efnið við förum. Af því við erum alltaf að vinna með orku, við erum að vinna með bara hlutfallstölu af orku sem við skjótum á efnið, sem að þýðir að við getum ekki sagt honum farðu 2 mm ofan í efnið, heldur erum við alltaf að segja við hann skjótu 40 vöttum á þetta efni. Og þá fer það í rauninni bara dálítið eftir efninu sem við erum með og það hefur þá að gera með hvernig það er framleitt, jafnvel eins og í tilfelli timburs, hvort er kvistur í því eða er það uniform. Timbur er aldrei uniform
þannig að þá höfum við í rauninni aldrei stjórn á því hversu djúpt ofan í efnið við förum. Það hefur líka að gera með að eins og ég kem aðeins seinna, að eftir því sem að lengra frá geislanum sjálfum, þeim mun meira dreifist úr geislanum og þeim mun minna efni við í rauninni að draga frá. Þannig að við getum aldrei stjórnaði hversu djúpt við förum ofan í. Stundum þá lendum við í því að við förum ekki alveg alla leið í gegnum efnið og þannig að við verðum dálítið að meta það og prófa það með við það efni sem við höfum. Það eru ákveðnar þumalputtareglur sem við notum til þess að vinna með hvaða efni fyrir sig, hvort við erum að vinna með krossvið eða akríl eða pappa eða eitthvað annað, hvernig við í rauninni hversu langt ofan í efnið við förum. Með þessu getum við náttúrulega farið að manipulera dálítið efnið og ef þið vitið hvað skjáprentun eða screenprinting að þá getum við farið að vinna með mismunandi gerðir, mismunandi stærðir af hólum eða þannig og búið til alls konar hluti sem að taka mið af því. Þannig þetta dæmi hvernig hægt að búið til screenprint með geislaskera. Nú, hvernig virka geislaskerar? Við tölum geislaskera ég tala geislaskera en sumir tala laserskera. Það í rauninni ekkert endilega vitlausara. Laser enskt orð og það kemur af orðinu laser sem er skammstöfun á orðinu light amplification by stimulated emission of radiation. Þannig að við erum í rauninni að tala að við erum að beina ljósgeisla, í rauninni erum við að magna upp ljósgeisla og beinunum að efni eftir ákveðnum leiðum. Þannig að það það sem að laser þýðir. Og þá erum við með geislatúbu stundum talað eða geislamiðill. Þetta er bara tæki inn í geislanum. Stundum lítur hún svona út og stundum lítur hún svona út. Það eru mismunandi formfaktorar á hvernig þetta lítur alls saman út. Það sem við erum með yfirleitt erum við með einhvers konar speil eða eitthvað þannig inn í miðlunum sjálfum. Síðan erum við með miðilsefnið. Við dælum inn í það orku, inn í miðilsefnið og út úr því kemur einhvers konar geisli. Þessi sumir þetta náttúrulega hitnar rosalega mikið þessi efni, sumt af þessu vatnskælt, annað af þessu loftkælt og það fyrir bara dálítið eftir tækninni sem við erum að nota. En í okkar tilfelli þá þessi túpa, þessi gain medium bara koltvísýringur. Eins og ég sagði áðan í öðrum tilfellum þá erum við að nota ljósleiðara til þess að magna upp þetta geislan sjálfan. Það eru til aðrar gerðir líka umfram þetta. Þá erum við að tala og þetta hefur náttúrulega líftími geislamiðilsins er mismunandi eftir framleiðanda. Eins geislamiðilstúpurnar sem að virka í tækin mismunandi og hafa mismunandi líftíma. Þessir sem þið getið fengið á, þið getið fengið svona geislatúpu á 50 til 100 skall eitthvað svoleiðis, að þær eru að lifa í kannski 5 ár eitthvað svoleiðis, þangað til að þær eru bara hreinlega búnar og þær dvína yfir tíma, þær verða daufari og þær verða ekki eins sterkar og skemmtilegar að vinna með. En við erum þá með koltvísýringsgeisla sem er þá einhvers staðar á rófinu 10,6 mikrometrar á tíðni rófið sjálft. Það þá í rauninni geislabylgjan. Fíbergeislar eru þá 1-2 mikrometrar og síðan erum við með ég man ekki einu sinni hvað það var. INGA ASP, INGA ASP. Þetta eru fleiri fleiri geislamiðlar. Ef þið hafið áhuga þá getið þið googlað þetta og fundið þetta út.
Þetta ekki eins algengir en þetta til og hérna erum við farin að farin í rauninni mun neðar á á tíðnisviðinu. Það að segja að ljóstíðnin þá miklu minni og hefur þar af leiðandi getu til þess að fara í gegnum stökkari og erfiðari efni. Við erum að vinna með þannig geisla sem að hefur í rauninni lengsta tíðnisvið, lengsta bylgjusvið og förum þar af leiðandi bara í gegnum mýkri efni. Þegar að geislinn verður til, sem yfirleitt einhvers staðar á bakvið aftar í vélinni, að þá hann sendur með geislinn verður til einhvers staðar í vélinni. Við erum með svo spegla á vélinni á mismunandi stöðum sem að leiða geislan að geislahausnum eða geislatúpunni, ekki geislatúpunni heldur í rauninni hausnum á hvar geislinn kemur út. Og inni er svo lítil linsa sem að magnar geislan upp ennþá meira og sem að beinir hún svo beint að skurðarfletinu. Stundum hægt að flestir geislaskera sem ég vinni með þá stillir maður alltaf hæðina, hversu langt frá í rauninni endanum á geislahausnum efnið sem við erum að vinna með er. Og það í rauninni vegna þess að út úr geislanum sjálfum, eins og ég sjái hérna, að þá verður til svona vaff. Geislinn, hann í rauninni verður á svona stundaglasi og við viljum að fjarlægðin frá yfirborði efnisins sé í réttri hæð vegna þess að öðrum kosti þá fáum við ekki réttan brennipunkt á efnið. Og þar af leiðandi þá getum við fengið efnið sem með annarkvort erum við að nota of mikla orku, við erum að beina of mikil orku á efnið eða dreifinni of mikið á efnið sem að þýðir að það getur verið að við skerum ekki almennilega í gegnum plötuna eða þá við erum of langt frá. Kemur út á sama hvort við erum of langt frá eða of nálægt að við erum ekki að ná að skera almennilega í gegnum það efni sem við erum að vinna með og í rauninni skurðarkerfið sem að ég segi ykkur frá eftir smá að það verður of þykkt. Kerf er í rauninni það efni sem fjarlægt úr plötunni. Þannig að ef þið eru að saga, sem svo að þið eru að saga spýtu eða þið eru að saga plötu, að kerfið í rauninni þykktin á blaðinu eða þykktin á skurðar bara því sem þið eru að nota til þess að skera út. Þannig að við viljum hafa það X, við viljum í rauninni vita þá tölu og þá getum við mjög nákvæmlega ákveðið hversu stærðina á hlutnum sem við erum að reyna að skera út. Þannig að segjum svo að þið ætlaði að skera út kassa sem 10x10 cm á lengd og breidd. Ef að þið vitið þykktina á geislanum sjálfum, sem þetta kerf, að þá vitið þið nákvæmlega hversu mikið þið þurfið að offsetta geislan til þess að fá nákvæmlega 10x10 en ekki 9,95 eða 10,5. Þið fáið bara nákvæma tölu. Og þetta eitthvað sem þið þurfið að ákvarða. Þið skoðuð þetta fyrir ykkar teikningar og prófið ykkur áfram með það. Ég sýni ykkur það þegar kemur á verkefni númer 2, hvernig þið prófið fyrir kerf. Við skjótum svo lofti, það þrýstiloft sem við erum með, sem við skjótum í áttina að efninu sem við erum að skera út. Það vegna þess að þegar við erum að skjóta svona mikilli orku eins og í áttina að plasti, að þá verða til gufur sem við getum kveiknað í og við viljum nota þrýstiloft til þess að skjóta þessum gufum frá. Við viljum í rauninni dreifa þeim og soga þær út úr húsinu eins hratt og hægt er. Það kemur stundum fyrir þegar fólk að skera að það myndast lítill logi í skurðarefninu sjálfu.
þá það yfirleitt vegna þess að þrýstiloftinu sem skotið í átt að efninu það ekki nóg. Þannig að þá erum við í rauninni að bæta við erum að setja hellingsorku á efni sem brennanlegt og ef við erum ekki með þrýstiloft sem í rauninni fjarlægið efnið að þá getur í rauninni kviknað í þessu efni. Og það getur aukist jafnt og þétt þangað til að jafnvel getur kviknað í skeranum sjálfum. Þannig að við viljum vera varkár með að það gerist helst ekki. Þannig að það eru til nokkra leiðir til þess að skera efni og ein leið bara hreinlega að brenna í burtu eða bræða í burtu. Það eru ákveðnar leiðir. Við getum látið það gufa upp í burtu, við getum í rauninni blastað það í burtu og við getum ákveðið það í umferðum. Það sem við erum að reyna að ná fram í rauninni þetta svokallað ablation, þar sem við erum í rauninni við erum að blasta efnið með orku og fjarlægja svo í rauninni það efni sem gufar upp frá efninu þannig að það kveikni ekki í því. Stundum þurfum við að fara nokkrar umferðir. Það fer eftir þykktina af efninu sem við erum að nota eða gerðina af því. Venjulega í okkar tilfelli þá þurfum við ekki mikið að hugsa það en það getur verið vert að skoða það. Þegar við erum að vinna með CNC-fræsingu þar sem við erum að fara djúpt ofan í kannski mjög stökkt efni þá viljum við kannski fara nokkuð margar umferðir. Það fer eftir efnisþykktina aftur. Við viljum hafa loftþrýsting sem rauninni skotið á efnið en á sama tíma viljum við hafa gott afsog. Það að vera að skera til að mynda plexigler eða einhver önnur efni, jafnvel bara hreinlega timbur, að gufan sem kemur af efninu er heilsuspillandi. Það er ekki sérstaklega heilsusamlegt að vera andað af sér gufum af akríl eða eitthvað þannig og ef við einhvern tímann í framtíðin erum að vinna með geislaskera sem ófullnægjandi afsogi og þeir eru að skera út í akríl að lyktin sem kemur af því og hausverkurinn í kjölfarið, hann ekki sérstaklega þægilegur. Látum við það ekki Jú, ekki bara. Taka 5 mínútur. Hittumst bara aftur 10 mínútur yfir. Sjálfs, það glærarnar upp á rekord. Þá byrjum við aftur. Já, við erum sem sagt að tala öryggisatriði þegar kemur að geislaskerum. Hvernig þeir virka. Geislaskeri, eins og ég segi, er rauninni tæki sem að reyna að kveikja í hlutnum sem fyrir framan hann. Og það sem við erum að reyna að gera á móti að setja hlutin í mjög stýrt ferli, mjög stýrðar aðstæður. Þannig að einungis það gerist sem að við viljum að gerist sem að ákveðnir ferlar á efninu sjálfu eru numdir og brott. Þegar að allt þetta í gangi þá þurfum við að bæta við lofti inn á efnið til þess að nema þann hlut sem blastaður í burtu eða numin á brott og dreif honum það rými sem að geislinn hefur, soga það út og bara beint út helst. Í sumum tilfellum eins og þéttri byggð eða þegar að það ekki hjá því komist þá líka hægt að nota filtera. Það eru bæði til sem sagt þá efnisfilterar og jafnvel vassfilterar sem að við getum þá nota til þess að draga úr þá því efni sem að fer út í andrúmsloftið. Upp á öryggi að gera að þá er geislavarnir ríkisins sem eru ábyrgar fyrir öllum geislum sem að geislum og geislun sem að á sér stað. Það er til sem sagt þegar við förum í þetta þá tek ég ykkur í aðeins öryggisnámskeið eða þannig sýn ykkur
einfallega það sem getur farið úrskeiðis og hvernig þetta komast hjá því að eitthvað farið virkilega mikið úrskeiðis. En við þurfum að hafa loftskipti í huga og loftgæði þegar að það er búið að skera, þegar hluturinn þegar vélin er búin að fara yfir þann feril sem við ætlum að skera, þá getur meikað sens að leyfa efninu að afgasa sig, það er að segja ekki opna vélina alveg leið og vélin er búin, heldur einfaldlega að skilja hann eftir lokaða þangað til að í svona mínútu, þannig að loftskipti inn í geislaskerunum sjálfum séu fullkomin. Venjulega þarf svo að hreinsa linsuna. Það er eitt sem er alveg krúsjalt atriði þegar þeir eru að skera, er að það er bannað að ganga að labba í burtu frá geislaskera sem er í gangi. Það þarf alltaf að fylgjast með honum, það þarf alltaf að horfa á hann, það þarf alltaf að ganga úr skuggum það að verkið sem er í gangi, að það sé einhver með yfirsetu. Það eru merki það, bæði hérlendis og erlendis, að það hefur verið í rauninni labbaði burtu frá geislaskera sem var ófullnægjandi gengið frá og það kveiknaði í honum og hann er ónýtur. Það er bara þannig. Þannig að við ætlum að passa okkur á því að ganga ekki í burtu þegar geislaskerinn er í gangi. Vegna þess að það er eldhætta. Þá komum við að 3D hönnun úr tvívíðar elementum. Það sem ég er að mælast til með ykkur í verkefni 2 er raunar að þið búið til þrívíð form úr tvívíðum elementum. Þið náttúrulega þekkið það eins og til að mynda þessi einrétting hérna sem er á veggnum, þessi skápar, að þetta er þrívítt form sem er búið til úr tvívíðum skurðareiningum sem eru settar saman. Það eru mörg dæmi um þetta í umhverfinu ykkar og það sem að við erum að fara að gera er að búa til eitthvað slíkt sem einstaklingsverkefni. En við ætlum að gera það með svokölluðu pressfit. Það eru til mörg dæmi um pressfit. Hérna eru, sem sagt, hérna efst á myndinni, að þá erum við með í rauninni það sem að tveir hlutir eru settir saman úr þessum hérna hlut, meðan að þessi hérna sem er neðst á myndinni, að þetta er í rauninni skurðarflöturinn sjálfur. Mjög einfalt dæmi um pressfit, þar sem að við erum einfallega búin að gera ráð fyrir því að efnisþykktin sé ákvörðuð og segjum sem svo að efnisþykktin hérna séu 10 mm, að þá eru 10 mm hérna á milli líka. Þeim mun næst sem við komum hjá því að það sé fullkomið, jafnvel undir, aðeins undir, að þeim mun meira og betra pressfit fáið. Ef við förum hérna svo aðeins lengur á myndinni, að þeim mun nær sem að hluturinn er og jafnvel ef að hluturinn er aðeins, sem sagt, ef að það er grennra á milli hérna heldur en þykktin á efninu er, og það þarf ekkert að muna mjög miklu, það getur munað 1/10 millimetr og þá komið ekki hlutunum saman með góða móti, þá getur meikað sens að vera með svona fillet, þannig að það leiði, það sé hægt að stinga hlutunum betur saman og þrýsta þeim þannig að þeir festist. Ef við ætlum að fara aðeins út í flóknari hluti, að þá erum við komin hérna með, við erum búin að búa til svona nabba hérna sem að geta læst sig í efri gaurinn og þar af leiðandi er erfiðara að taka hlutin í sundur heldur en það var að setja hann saman. Það skiptir máli þó hvernig efni við erum með að sum efni gefa meira eftir heldur en önnur, sem dæmi að þá er mögulega erfitt eða jafnvel ómögulegt að fá í rauninni þetta efni til þess að dragast í sundur nægilega mikið þannig að við getum í rauninni þrýst þessu saman. En til þess að gera það auðveldara, til þess að í rauninni passa upp á það að efnið myndi þvingast í sundur, að þá er hægt að skera út úr því þannig að bilið hérna á milli minnkar og þar á leiðandi er hægt að gefa, þá getur efnið gefið betur eftir. Þannig að hérna erum við komið hérna í rauninni
nokkrar gerðir til þess að búa til svona smellu einingar eða pressfit. Þið takið eftir að samsetning á þessum hlutum, enginn af þessum hlutum krefst hvorki líms né hluta eins og skrúfa eða nagla. Þetta eru bara í rauninni efni sem eru í rauninni sett saman og einungis út frá þrýstingi að þá haldast þau saman. Síðan erum við komið með svona svokallaða lykla. Hérna getum við sett, sem sagt þegar við setjum þessa hluti hérna saman, að þá þetta að stinga inn í þá fleig eða lykli sem gerir það að verkum að hluturinn helst saman. Þannig að þetta er svona einfaldar þetta er svona einföld element og ég svona mælist til þess að þið skoðu þetta aðeins og jafnvel veljið ykkur eitt, helst 3 til þess að inkorporera, að setja þau inn í verkefnin ykkar og nota þau. Þegar við fyrir lengra þá erum við með hérna eitthvað sem heitir finger joints eða svona finger slot. Þetta er hægt að nota til þess að búa til kassa, eins og þið sjáum kassan sem er hérna undir og upp á vegg. Hann er gerður úr þessu. Hérna er snap fit, sem eru með hluti sem að geta smelst saman. Og hérna er svo aftur svokallað wedge, þar sem að hægt að setja fleig inn í og þar af leiðandi festa hlutin saman. Þannig að hérna er svona dæmi pressfit útgáfur sem hægt er að nota og hægt er að fá innblástur af í verkefnin sem þið eruð að fara út í. En síðasta af því, svona í pinn, með pinna í gatinu? Hann virðist ekki vera hérna á þessari mynd, nei. Hugmyndin með gatinu? Hugmyndin með gatinu, já, er að það sé þá einhver kassi hérna, eða ferningur sem að stingst inn í og haldi þessum hlut saman. Þannig að já, það er svona, þetta er ein leið til þess að útfæra nákvæmlega þetta en það eru fleiri atriði sem að þið gætuð alveg pælt í, nota þetta sem innblástur og þróa þetta áfram, útfæra þetta einhvern veginn öðruvísi. Það er líka til eitthvað sem heitir living hinges og hérna eru dæmi það. Ef þið ímynduðu ykkur þeir með crossfit-plötu og þið ætlaði að sveigja hana, að það er rosalega mikið efni sem að þarf að sveigjast með plötunni til þess að þið fáið hana til þess að sveigjast mikið. Það er að nota ákveðnar aðferðir sem dæmi, þetta er dæmi living hinge þar sem er búið að nota í rauninni hjólsög til þess að skera inn í efnið þannig að það hafi rými til þess að sveigjast, en það eru til dæmi þessi hérna form, þetta er Google living hinges, þannig að í rauninni það eru skorin ákveðið munstur í efnið og þá hefur það meiri getu til þess að sveigjast. Það hefur náttúrulega líka minni burðarstyrk fyrir vikið, en það er að nota þetta til þess að búa til stólbögg eða sumir hafa notað þetta til þess að búa til svona lok eða eitthvað þannig. Þannig að það eru leiðir til þess að teikna upp hlutinn, búa til munstur í hann, þannig að hann geti og hafi sveigju. Kerfprófin. Það fyrsta sem að þið þurfið að gera þegar áður þið farið í geislaskeiðan í einhverjum litlum hóp af samnemyndum að þið þurfið að búa til svokallað kerfpróf. Þetta er einfaldlega, við erum einfaldlega að skoða hversu þykkur geislinn er. Þetta getur verið mismunandi milli geislaskera, þetta getur verið mismunandi eftir efnisþykkt, þetta getur verið mismunandi eftir efni. Einfaldlega vegna þess að það getur brugðist öðruvísi við. Einfaldasta leiðin til að gera kerfpróf er bara að skera einhverja x marga hluti, draga það svo svona saman eins og þetta hérna og mæla svo hérna bilið og deila því með fjölda skurðarlína yfir efnið. Þannig að hérna erum við með 20 skurðarlínur. Efnið færist segjum
hvað, 7 millimetra, að þá kerfið í rauninni 7 deilt með 20. Og þá fáum við í rauninni þykktin á geislanum. Af hverju þurfum við að gera þetta? Jú, vegna þess að geislaskerinn sjálfur veit ekki þykktin á sér. Þannig að þegar við erum með skurðarplott, við erum að láta geislan skera eftir einhverju ferli, að geislinn í rauninni ferðast bara á miðjunni á línunni sem við látum fyrir framan. Við þurfum að láta hann offsetta sig þykktina, hálfa þykktina raunar, til þess að hann ferðist, þannig að í rauninni önnur hliðin á hann sé fyrir utan, þannig að hann sé í rauninni að skera akkurat á línunni. Ég getur ímyndað ykkur þegar að skera með hjólsög eftir línu. Við þurfum að færa hjólsögina þannig að brúnin á henni sé á línunni en ekki miðjan á blaðinu sjálf. Þannig að það kerf prófun og það mikilvægt að þið gerir það. Ef þið ætlaði að fara að rasta, þá getið þið nota forrit sem heitir GIMP, þið getið nota Photoshop, þið getið nota Pixlr. Fyrir vektor, ég mæli með Inkscape fyrst og fremst, það er open source, ókeypis og bara mjög þægilegt, ég nota það mjög mikið. Ef þið eru vön því að nota Illustrator eða eitthvað sambarilegt, þá er það í lagi, en Inkscape bara alveg eins. CorelDRAW, FreeCAD, AutoCAD, þið getið notað allir þessi forrit til þess að gera í rauninni það sama. Fyrir 3D hönnun, og það á við í rauninni í gegnum allan áfangan, þið megið velja ykkur, ég set ekkert út á að þið notið eitt forrit umfram annað. Þetta er ekki áfangi sem að snýst það að kenna ykkur 3D hönnun eða 3D tekningu, þetta snýst að nota 3D hönnun og 3D tekningu í samhengi við vélbúnaði sem við erum að nota. Ef ykkur vantar eins og aðstoð, þá svona vil ég helst að þið noti Fusion 360. Ég hef aldrei notað SolidWorks og gerir ekki ráð fyrir að ég geti hjálpað ykkur mjög mikið. Þó öll þessi forrit gera basically það sama, þannig að þetta snýst meira það að þið viti hvernig þið náið í rauninni í gegnum fáið hlutina sem þið viljið. Inventor virkar líka, þið megið nota það, FreeCAD, SketchUp, Rhino. Þetta er allt saman eitthvað sem er í boði. Hráefni sem við getum notað pappa. Mér finnst pappi rosalega skemmtilegt efni að vinna með, en pappi er ekki alveg það sama. Það er til kartónpappi, þetta er þykkur pappi, þetta er pallettupappi. Getur verið mjög skemmtilegt að vinna með og mismunandi þyktir og náttúrulega til bylgjupappi og fleira. Timbur. Við erum að vinna með plötuefni frá handverkshúsinu. Krossviður er ekki alveg það sama hvort við kaupum út í Bigo eða handverkskrossviður. Límið sem er notað á milli er mismunandi eftir því eftir því hvernig hann er gerður. Við erum að nota akríl frá Faust. Það er mismunandi, akríl er yfirleitt framleiddur á 2 mismunandi leiðir, annars vegar extrusion og hins vegar kast. Þar sem þá er hann annarkvort steiftur eða í rauninni extrútaður. Mismunandi eiginleikar eftir hvort við erum að skera hann eða grafa í hann. Hann getur verið mismunandi á litin, hann getur verið glær og hann getur verið í rauninni bara gegnheill. Mjög skemmtilegt og ég er með svona mismunandi gerðir af plexi hjá mér og raunar einhverja mismunandi stærðir og þyktir af crossfit líka. Ég seti þetta allt inn í verkefni þegar ég læt það út. Það er í einhverjum tilfellum hægt að skera út í vélaplást, polyethylene, nylon. Við erum ekki að fara að skera út í teflon eða polyacetal. En í einhverjum tilfellum er hægt að skera út í það. Plöst hafa þó mismunandi eiginleika þegar kemur að í rauninni hitaþolni. Sum plöst í rauninni eru þannig hitaþolin að þau drekka í sig orkuna og síðan bara byrja þau að bráðna. Kosturinn við plexigler er að það er ekkert sérstaklega hitaþolið sem að þýðir það að það í rauninni það skerst rosalega vel.
Polykarbonat er svo í rauninni ekki gott að skera. Þannig að það er polykarbonat og akrylplast. Svona við fyrstu sýn og fyrir einhvern sem að þekkir hvort efnið, að þá virka þessi efni mjög sambærileg en þau hafa alveg mjög mismunandi eiginleika þegar kemur að sem dæmi skurði eins og þessum. Það er líka að skera út í textíl. Það er að skera já eins og ég segi, það er að skera nælonefni, það er að skera polyester, það er að skera bómull og fleira í þeim dúr. Það er að skera út í pasta, ef einhver hefur áhuga á því, að það er að skera út í pasta og leika sig með það. Það er ekki hægt þegar við erum að skera út í eins og við segjum plast, að þá skiptir mjög miklu máli að við vitum í rauninni hvaða plast er. Og þetta hefur meira að gera með framtíðina, ég er ekkert að fara að bjóða ykkur upp á að vera með hvaða plast sem er. Það til að mynda ekki og alls ekki hægt að skera út í PVC eða polyvinylklóríð. Þetta er appelsínugula efnið sem er notið í pípulagnir. Það er halógen í þessu, það er að segja klóríð sameindin er í plastinu sem að þýðir að það er í rauninni krabbameinsvaldandi við skurð. Það verður í rauninni bara klórgufa sem að kemur að því. Flóríð líka eins og PTFE og fleiri sem sagt halógenplöst. Það er þetta að kveikja í plastinu. Ef þið eru einhvern tímann óviss út á mörkinni og þið viljið vita í fljótu bragði hvort þið getið skorið í plastið, þá getur virkað að skera bara svona smá flís út úr því, kveiki í því og ef að brunin er eitthvað annað heldur en bara eins og þið myndir kveikja í timbri, bara svona rauð appelsínugulur, þar að segja ef hann er blár, fjólblár eða eitthvað annað, að þá erum við að tala að það er halógenefni í því og það er ekki mjög ráðlegt að skera það. Þó að afkastið farið beint út, að þá getur það verið stórhættulegt. Bæði getur það tært inn í vélinni, það getur tært vélina, innvolsið, en líka bara ef að slæðingur fer út í andrúmsloftið á ykkur, þá getur það verið stórhættulegt fyrir ykkur. Það er ekki hægt að skera út það er hægt að grafa í polykarbonat og málma. Það getur verið hægt að stundum er hægt að rastera í það, eins og til að mynda ef þið eru með síma eða iPhone til að mynda, að stundum er hægt að rastera einhverja mynd í coverið. Með geislaskera þá erum við að vinna með fókus, það er að segja hversu nálægt efninu hann er, við erum að vinna með afl, hversu mörg vött við erum að setja í rauninni hlutfallstala af vattatölunni sem við höfum að vinna með, við erum að vinna með hversu hratt við ætlum að skera yfir það og við erum að vinna með tíðni. Í rauninni hversu oft að því að við erum í rauninni að púlsera geislanum á efnið okkar og þá erum við að skoða í rauninni hversu hratt við erum að púlsa. Við erum náttúrulega að vinna með hnitakerfi, X og Y-ás og þið þekki það og við erum að vinna með vektor. Og við segjum vektor af því þetta er í rauninni bara stærðfræðileg útlistun á forminu sem við erum að skera.